það er eins og FH sé svona minnstakosti tveimur fleiri inn á vellinu. Hér kemur Ingi Björg. Og Ingi Björg fer lipurlega með boltan og leggur hann út á Ídu og þarna koma Ida Marín Hermannsdóttir að koma toppliðinu hér. Verðskuldað yfir í þessu leik. Frábær undirbúningur hjá Ingi Björgu Magnúsdóttur. Og Ida Marín gerir engin mistök. Skora hér sitt 10. mark í deildinni á þessari leiktíð. 10 mörk í 12 leikjum. Ingi Björg gerði þetta glæsilega, það var ekki bara á leysti þetta vel þessa stöðu einn. Og hér er tækifæri Telma. Ida vill fá sendinguna inn fyrir og Ida fær hana og flaggið niðri. Ég sýnist á Ida Marín Hermannsdóttir er að skora hér sitt annað mark í leiknum og koma FH í 2-0. Ég var nýbúinn að ræða þessar sendingar inn fyrir á framherjuna og þær er að þræða sjóðir hlaupin inn fyrir og þær er alltaf að reyna að gera rángstæðir í staðin fyrir að fylgja þeim eftir og sendingarnir eru að hárna. Gefur spyrnan, góð spyrna og þetta er mark beint úr hornspyrnu. Það þurfti eitthvað sérstakt til að koma Stjörnunni inn í leikin og það er Andrea Mist Pálsdóttir sem á þessa geggjuðu hornspyrnu sem bara hafnar beint í netinu. Þetta kemur svo sannarlega eins og þruma úr gamla góða heiðskíraloftinu. Aldís ekki vel staðsett, var ekki. En kemur FH. Birna Kristín í dauðafæri og Birna Kristín búin að leiðrétta þennan misskilning varðandi mark Stjörnunnar og kemur munninum aftur í 2 mörk. Það rignir hér mörkum í kriganum í rigningunni og sem fyrr ræður vörn Stjörnunnar ekkert við, hún er svo galopin hér. Það geta gert með þessu hornspyrnu, það geta stutt. Ekki eins og út, frítt skot. Og það er frábært! Því það hafnar í netinu. Frábært skot á nærstöng. Og FH stúlkur fara hér algjörlega hamförn. Það var Hafrún Birna Helgadóttir sem að neldi þessu bolta í netið, sjáum hér. Hefur allan tíma í heiminum og skýpa sér. Það kemur spyrnan og Ida kemur þessu út úr tegnum. Og sendingin fyrir. Tyrnan að gera sér breiða, ekkert dæmt. Sandra slagur boltinn, Aldís missir á honum, dauðafæri og Múriel Tyrnan er að gefa hér Stjörnunni líflínu. Aldís reyndar að gera það líka. Ríkaleg mistök hjá Aldís í markinu. Svo Sandra óanæð, slagur bolti og Aldís stöður bara þetta hér, það getur gefið eftir. Hana gera vel í að bjarga þessu. Akkur kemur hún ekki út úr markinu. Hvað er Skýpa að gera? Hvað er hún að gera? Og Hrönn Haraldsdóttir refsar glórulaust hjá Skýpa og samaskapi á varnarmaðurinn aldrei að taka því sem sjálfsögðu hlut að komi út og varnarmaðurinn sefur sömuleiðis á verðinu. Þetta er hrikalt. Sending tilbaka og Skýpa bara kemur ekki á Hrönn. Tekið stutt.
Svo fastu bolti fyrr og þetta er dauðafæri og það var maðurinn Nýja Kristófer sem var að koma inn á, sem að innsiglar hér endalega sigur FH hér í þessum ótrúlega marka leik. Það tók hann ekki langan tíman að Nýju. Sjáum við nýtmiðu sendingar, enginn að dekka hana, svo eitthvað langt frá henni. Varnarleikur Stjörnunnar reynasta hörmung hér, eins og svo ofta áður, skilja nefn. Kristófer eldfljótir og Kristófer ennþá með hann og hún tíjar þægilega upp fyrir Hrönn Haraldsdóttur sem að skorar sitt annað mark. Varamaðurinn óeigingjörn Nýja Kristófer hana, varamennir. Hún er að vera raðinn mörkum. Hrönn búinn að skora, Nýja búinn að skora 3 mörk að bekknum. Og þetta var svakalega vel gert sem er raðan á Nýju. Og í þröngu færi. Býtu við, tækifæri hér fyrir Stjörnuna. Dauðafæri er aftur Erika en vel varið og frákastið er Stjörnukvenna. Og þetta hafnar í netinu, sárabóta mark. Enn 1 markið í þessu leik. Og þetta var Úlfa Dís sem að sópaði þessu. Grunsamlega rangstæði hann að reyndar en skotið kemur hér.